Þegar við erum að framkvæma beiðnir með HTTP þá þurfum við ofta að senda frekari upplýsingar hvað lýsigögn. Það gerum við með þeim nota hausa eða headers. Þeir eru sendir bæði í request og í response. Þetta er skilgreining á lýsigögnum og nákvæmari upplýsingar hvað beðið er eða hvað beðið var Þetta eru svona nafngildis pör, heiti og gildi í texta aðskilið með tvípunkt. Til dæmis host, tvípunktur, example.org. Þó svo að þessir headerar séu skrifaðar og við förum yfir það með lág- og hástöfum, þá þeir í grunninn ekki hástafanæmir. Og það til dæmis í HTTP2 þar sem þeir eru allir skilgreindir í lágstöfum. Host með stóru hái, host allt í stóru stöfum eða host allt í litlu stöfum allt nákvæmlega sami headerinn. Request headerar eru sendir af client áður en að framkvæmd fyrirspurnin, eða í fyrirspurnin sjálfu þeirra að segja. Og þá verðum við að minnstakosti að senda host sem þá dómeinafn eða lén sem beðir og þetta leyfir þá sama vefþjóna að svara fyrir mörg lén á sömu IP-tölunni. User agent skilgreining hvaða forrit, framleiðandi stýrikerfi eru framkvæma beiðnina, referer og þannig þetta vitlaust skrifað út af því að þetta var vitlaust staðlað og hefur þannig haldist þannig. Url sem að beiðnin kemur frá, til dæmis ef einhver smellir á hyperlink. En þetta oft á tíðum falið þar sem þetta gæti hugsanlega opnað á að leka út upplýsingum notanda sem ekki ætti að leka út. Response headerarnir eru sendir á server og tilgreina þá frekar upplýsingar svarið, til dæmis hver serverinn Þetta getur þá verið nafn og eða upplýsingar hvaða vefþjónn að keyra lausnina. Content lengd lengd svarsins í bætum. Date, dagstími sem svarið var sent. En þar sem við höfum þessa request og response headera þá eru líka flóknari upplýsingar sem hægt að skiptast á milli clients og service en við tiltökum þarna. Til dæmis getum við notað content negotiation þegar að clientin lætur serverinn vita af því hvað clientin vill helst fá tilbaka. Til dæmis með accept headernum, þar sem tiltekin content típa með mime type sem eru samþykkt fyrir svar, tungumál sem að client styður og vill fá tilbaka. En þessu getur fylgið ákveðið quality value sem með skilgreind með Q, tvípunkti og síðan tölu á bilinu 0 til 1 og hærri tala merkir meira vægi. Þannig að hér client að biðja text HTML með Q-gildi 0,9, text stjarna, sem getur tekið við plain text, HTML eða einhverjum öðrum textaformum með 0,8 og öllum content típum með 0,7. En content type bæði tilgreind í request og response. Ef við erum að senda gögnin í requestinu þá tilgreinum við hvernig við encodum þeim með content type og svo þegar serverinn svarar í responsinu. Og þessi gerð gagnanna skilgreind með MIME type. Þá til dæmis content type text HTML, skilgreinir HTML, content type text HTML, semikoma, charset, skilgreinir síðan hvert stafasett svarið í. En þetta stafasett hér mun alltaf trompa eða hafa hærra forgang en það sem skilgreindi síðan í sjálfu svarinu frá servernum í meta-charset. Content disposition ef við viljum að við séum með eitthvað ákveðna slóð sem á að bjóða upp á að sækja skjalið í staðinn fyrir að birta það í vafranum og þá getum við sendt content disposition header sem þá attachment og svo eitthvað filename og með content típu sem að passa við þetta filename, til dæmis getum við birt PDF-skjal. Þjöppun síðan leið til þess að tilgreina að stuðning og að gögn séu þjöppuð á einhverjum ákveðnum hátt, til dæmis með að client sendi accept encoding að skil séu GZIP og deflate algoritmarnir og þá getur serverinn ef hann kann á þessi reiknirit þjappað efnið, sendt tilbaka og sagt að efnið sé encodað með þessum algoritma og þá þarf clientin að taka við efninu, afþjappa því og síðan birta það. Og þetta getur skipt máli fyrir hraða á vef þar sem að það minna gögnum sem þarf að senda yfir networkið og svörin því fljótari að berast.
En það eins og við sögum frekari virkni sem hægt að skilgreina með headerum og til dæmis eru það cassing headerar sem stýra því hvernig og hve lengi með kassa ákveðin svör, conditional headerar sem segja til hvort sækja þurfi eða ætti ný gögn út frá stöðu gagna, cookie headerar það hvernig við getum búið til og haldið utan cookies sem að tilgreina þá stöðu á milli client og servers, CORS headerar sem tiltaka hvernig Ajax aðgerðir megi gera á milli original, til dæmis hvort að sækja megi gögn frá example.org á server.org, security header sem geta stýrt í hvernig vefrar auka öryggi og til dæmis neyða eða taka aðeins við beiðnum sem eru með HTTPS, authentication headerar sem stýra auðkenningu á milli clients og servers og fleiri.